Halleluja. Dýrsi fyrir Jesús. Við erum aldeilis búin að vera hérna, það eru spennandi tímar búin að vera í kirkjunni undanfarið. Magnað orð sem hefur farið hér út. Og Guð er virkilega, ekki bara í mínu hjarta, hann er búin að vera að eiga við hjörtu fólks, bara í gegnum það orð sem við erum búin að, ekki bara síðustu helgi, heldur í rauninni allt þetta ár. Það er búin að vera magnað orð í þessari kirkju allt þetta ár. Má ég heyra amen. Og við höfum verið að læra það hvað það skiptir miklu máli að leyfa Guð að sníðla, að búa til altari honum til handa og margir hugsa altari. Hvað meinar þið? Þú veist, svona altari eins og hér. Rétt eins og Hilmar kom inn á, þá altari eitthvað sem að við endurtökum, eitthvað sem skiptir okkur máli í lífinu, eitthvað sem við endurtökum aftur og aftur. Og vinir, þegar við tökum á móti Jesú Kristi sem okkar persónulega frelsara, þá hefst afskaplega spennandi vegferð. En hún líka stundum getur verið bara áskorun. Og það svo mikilvægt að leyfa Guð að vera með í þessum áskorunum og hefja líf sem andlegt. Við erum ofboðslega veraldlega í þessum heimi og þetta rétt það sem að Hilma var að segja, við erum ofta að safna sjóðum, veraldlegum sjóðum og ég til dæmis mjög góð með peninga og ef ég passa mikið, þá getur það verið minn Guð. Það á ekki að vera þannig. Hann á að vera minn Guð. Og vinir, þegar ég farin að beygja út af og þegar aðalatriðin, þegar aukaatriðin eru orðin aðalatriðin, þá þarf ég kannski að stilla minn fókus pínulítið og skerpa sýnina mína. Og það það sem að Guð kennir okkur. Hann kennir okkur á hverjum einasta degi hvernig við getum í rauninni valið hann í öllum kringumstæðum lífsins. Eru allir á lífi hér? Halleluja. Þannig að vinir, það spennandi vegferð. Hún byrjuð og hún í gangi, spennandi vegferð. Og vinir, Drottinn með ákall til okkar í dag. Viljum við lifa andlegu lífi eða ætlum við að vera holdlegir kristnir menn? Ég vil ekki vera holdlegu kristinn maður. Og við sjáum núna, það eru svakalega fréttir. Og margir eru uggandi bara hreinlega við framtíðinni. Þegar þú lifir andlegu kristnu lífi, þá þarft ekki að hafa áhyggjur. Guð með allar hluti í hendi sinni, bæði í þessu lífi og komandi. Við þurfum ekki að hafa neinar áhyggjur. Þannig að okkar von, þegar við horfum á það sem að gerast bara í útvarpinu og sjónvarpinu akkurat núna, hún allt önnur. Við höfum okkur allt öðruvísi. Það sem að kristni fara að gera, við förum að biðja. Við förum að lyfta upp nafni Drottins. Því að hvar von okkar, hún ekki hér, hún hér. Má ég heyra amen? Halleluja. Dýrsi fyrir Jesús. Þetta gott. Halleluja. En mér langar til að fara í opinberun Jóhannesar. Talandi endatímana, eitjók. Mér langar að fara í opinberun Jóhannesar út af því að Jóhannes, hann fær þarna opinberun síðustu tíma, já, algjörlega. En hann fær líka opinberun sem að við þurfum svolítið að taka til okkar í dag til þess að lifa sigrandi lífi. Og vinir, á svona tímum eins og við erum að upplifa það sem að einhvern veginn allt hrist, það sem hægt að hrista, þá greinir Guð hismi frá kjarna. Skiljið hvað ég á við. Það sem raunverulegt og það sem í eldi og það sem gull, það fægist. Það sem hismi, tré, hey og hálmur í okkar lífi, það fuðrar upp. Og það góða við svona kringumstæður, það gef okkur tækifæri til að setja von okkar aftur á Drottinn. Má ég heyra amen? Halleluja. Þannig að ég ætla bara að spyrja hér í dag, ætlum við að setja von okkar á Drottinn? Halleluja, það það sem grunaði. Amen. Þannig í opinberun Jóhannesar 2:7, hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Þeim sigrar muni gefa af lífsins tré sem í paradís Guðs. Þarna talar Jóhannes, þetta opinberun sem hann að fá frá Guði, þeir sem sigra. Þannig í þessu lífi þá þurfum við að læra að sigra.
Í vers 11 stendur, hver sem eyra hefur, hann heyrir hvað andinn segir söfnunum. Þeim sigrar mun sá annar dauði ekki granda. Þetta kemur aftur fyrir í versi 17. Þeim sigrar mun ég gefa hennum hulda manna og ég mun gefa honum hvítan stein, á steinin rita nafn sem enginn þekkir nema sá sem tekur við, sá sem við tekur. Þeim sigrar vers 26 og varveitir allt til enda. Það sem ég geri og kenni mun ég gefa sama vald yfir þjóðunum. Aftur í versi 12, þannig sigrar mun ég gera máttarstólpa í musteri Guðs míns og hann skal aldrei framar þaðan hverfa. Þannig sigrar. Það stendur í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla að við höfum sigrað. Og það virðist þarna ekki fara saman hljóð og mynd. Í fyrra Jóhannesarbréfi í 5. kafla þá talað það að við höfum sigrað því að hann hefur keypt okkur með blóði lambsins. Hann hefur gefið okkur rétta stöðu frammi fyrir Guði. Og ég ætla að útskýra, þó þetta virðist vera ólíkir hlutir sem þetta eru, þá fer þetta 100% saman. Og hvernig getur það verið? Jú, þegar við tökum við Jesú Kristi sem okkar persónulega frelsara, og það geta allir tekið við Jesús sem sínum persónulega frelsara. Það er mjög einfalt. Eina sem þú þarft að gera er að trúa í hjartanu og játa með vörunum. Við þurfum að segja, Jesús, ég trúi því að þú sé drottinn. Og þá myndi hólpin verða. Þegar þú ert orðin hólpin, þá gefur Guð þér algjörlega allt frelsi sem að til í þessum heimi. Hann afmáir skuldabréfið sem að þjakaði þig með ákvæðum þess og óþægindum sem að hafa hvílt yfir líf okkar. Það er algjörlega fyrirgefið. Það er greidd skuld sem að gerð á Golgata krossi. Skuldin er greidd. Skuldin er alfarið greidd. En næsta skref sem að við þurfum að læra, það er það að þessi lagalega staða okkar frammi fyrir Guði, að hún endurspeglist út í líf okkar. Það er hin hliðin á teningnum. Og ég ætla að koma með dæmi. Þið munið þegar Ísraelsmenn voru teknir út úr Egyptalandi, þeir voru búin að vera þrælar í 430 ár. Guð opnaði leið fyrir þá til að fara út úr Egyptalandi inn í Kanansland. Hann leiddi það út í gegnum Rauðahafið. En vinir, þeir voru orðnir frjálsir en þeir hugsuðu ennþá eins og þrælar. Og vandinn okkar vinir í dag er að við stundum hugsum eins og þrælar. Við áttum okkur ekki á að í öllum kringumstæðum þá er drottinn með okkur. Vinir, við stundum áttum okkur ekki á að Guð, hann er meira en sigurvegari og hann býr innra með þér. Við stundum áttum okkur ekki á og við erum vön að hugsa á ákveðin máta, en Guð er að segja þú þarft að endurnýja hugsun þína. Og við stundum fyrir að gera gamla hluti bara einfaldlega út af því að við erum vön því. Og ég ætla að taka annað dæmi. Konur sem hafa til dæmis verið í ofbeldissamböndum. Það virðast fara aftur og aftur og aftur í ofbeldissamband út af hverju, það er gamall hugsunarháttur. Og það sem að Guð er að kenna okkur þegar við göngum með honum er að við lærum að hugsa eins og hann. Og vinir, Guð hefur ekki bara sigrað einu sinni, hann vil sigra innra með þér á hverjum degi. Hann vil að þegar þú mætir kringumstæðum að þú leitir Guðs, að þú lyftir upp höndum þínum. Og vinir, við horfum þar að leiðandi allt öðruvísi á áskoranir lífsins. Guð vil kenna okkur að fljúga yfir áskorunar. Og vinir, þegar Guð er að kenna okkur þetta, því hann kennir okkur þetta bara með alls konar kringumstæðum, þá þurfum við að vera fólk sem að lærir, sem er tilbúið að læra. Og vinir, þar kemur líka auðmýktin inn. Við höldum stundum að við þurfum að vita alla hluti. Við þurfum þess ekki.
Guð vil kenna okkur hluti á hverjum einasta degi. Og vinir, hann stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Og þegar við erum með þannig hjartalag, eins og Hilma var að tala hjarta sem ekki fullt af biturð og reiði, að þá getur hann átt við hjart okkar í gegnum predikun eins og þessa, í gegnum lofgjörð eins og þessa, í gegnum kringumstæði lífsins. Og hann getur breytt okkur og allt í einu fara að koma ávextir af líf okkar sem allt öðruvísi heldur en gömlu ávextirnir. Vinir, ég sé fólk breyta lífi sinni algjörlega 100% út af Guð búinn að bjarga þeim. Og vinir, það sem að Guð vill gera fyrir mig, það vill Guð gera fyrir þig líka. Og vinir, þegar við göngum fram þá þurfum við að vita að við erum meira en sigurvegarar. Við þurfum að vita það að stærri sá sem í okkur heldur en sá sem að kemur gegn okkur. Við þurfum að vita það að við erum alltaf í hans hendi. Guð búinn að vera að minna mig á það aftur og aftur. Hugsa hvað þetta dýrmætt að vera í Guðs hendi. Vita það alla ævidaga mína þá ég hans hendi. Hversu fallegt. Og vinni, það þýðir það að þegar við mætum kringumstæðum þá þurfum við ekki að berjast í okkar eigið ego eða reyna að ná einhverjum árangri byggt af minni getu. Sem by the way bara mjög góð. Vinir, ég treyst á hans getu. Og vinir, þegar ég treyst á hans getu þá fara himnar og jörð, það fer allt einhvern veginn að hreyfast í kringum mig og allt í einu kemur svör við kringumstæðunum sem að ég hef ekki einu sinni óra fyrir. Vitið hvað ég hef tekið eftir? Ég stundum fyrir Guði. Gugga sagði já. Já, akkurat. Akkurat. Það sem að gera stundum að við erum stundum bara fyrir Guði. Og það sem hann vill vera í stjórntækjum lífs okkar. Og ég skal bara láta ykkur vita því, framtíðin svo miklu, miklu betri og nútíð þegar Guð við stjórnvölin. Og vinir, sá sem sigrar mun hann gera máttarstólpa í sínu ríki eilífð. Halleluja. Og vinir, í staðin fyrir að sitja á bekknum, þá hefur Guð svo mikla möguleika í gegnum þitt líf og í gegnum líf okkar allra. Og hann vill sjá þessa möguleika verða að veruleika. Hann dásamlegur. Hann magnaður. Halleluja. Og það sem ég vildi líka minnast á, oft fortíðin nefnilega okkar. Hún verður að einskorar altari í okkar lífi. Þegar við erum búin að fara í gegnum erfiða kringumstæður, þá auðvitað, það tími fyrir allt. Það tími til að syrgja, það tími til að vera reiður, en það líka tími til að sleppa tökum. Og vinni, margir gera fortíðinni að einskonar altari. Þú ert alltaf að rifja upp fortíðina. Fortíðin þetta, fortíðin þetta. Þú getur aldrei sigrast á fortíðinu og skilur ekki hvernig barnæsku ég fór í gegnum. Trúið mér, ég dóttir Gunnars í krossinum. Við höfum það bara frekar erfitt. Svona í gríni. Þetta bara djók. Samt ekki. Það sem ég vildi sagt hafa að við getum öll notað eitthvað svona sem afsökun. Og margir trúaðir nota þetta sem afsökun og þetta orðið eins konar altari í lífi viðkomandi og þú ert nánast að tilbiðja þetta altari. Og Guð vill það ekki. Guð vill draga þig út úr Egyptalandi og hann hefur áætlun inn í Kanansland. Hann hefur gefið land. Og þú ætlar bara að vera fastur í Egyptalandi að gráta einhverja gamla tíma þar sem einhver braut á þér eða eitthvað slíkt. Ekki leyfa fólki að búa í kollinum á þér. Pössum að gera ekki altari úr einhverju sem átti bara að vera tímabundið.
Og vinir, óvinurinn svo klár að binda okkur upp í alls konar tilfinningar, þar sem við gleymum okkur og við svo reið og við höfum svo mikla réttlæta reiði. Þú skilur ekki, Sibba, hvað hann gerði mér. Málið það að óvinurinn vinnur ef að þú leyfir honum að búa hér. Þegar þú sleppir tökunum og þú leyfir Guði að koma með hreinsun sína inn í lífið, þá vinnur Guð og þá vinnur þú. Ég að segja satt? Ég að segja satt? Ég nefnilega að segja satt. Og vinir, það sem við þurfum að gera, við þurfum að rífa niður þessi gömlu ölduru. Og við þurfum að byggja ný. Hvernig byggjum við ný ölduru? Ég skal bara útskýra það. Við breytum hegðun okkar á hverjum einasta degi og við missum aldrei dag úr, þá lesum við ritningarnar. Því að orð Guðs lifandi og kröftugt og það beittara sér hverju tvíeggjuðu sverði. Og vinir, þegar orðið kemur inn í líf okkar, þá hefur það skapandi kraft. Munið það þegar Guð skóp jörðina, þá notaði hann orðið sitt. Biblían orð Guðs. Þegar þú verð að nota Biblíuna eins og Jóhann búin að vera að gera síðustu viku, allt megna ég fyrir hjálp hans sem við styrkan gerir. Vitið hvað þið að gera? Þið að skapa nýja framtíð. Þið að hafa áhrif á hug ykkar. Þið að hafa áhrif á val ykkar. Og það sem að gerist það að allt í einu fer framtíðin að líta aðeins öðruvísi út af því að orðið búið að vera hluti af hug ykkar. Og orðið kröftugt, vinir. Það magnað. Og það sem við gerum að við leitum Guð strax í byrjun dagsins. Og vitið hvað bara góð regla? Að beygja hnén. Hvað ég þá segi? Ég að segja Drottinn, ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Það gott að beygja hnén. Það gott að venja sig á það. Vinir, ég ætla ekki að ráða og ríkja hér. Ég kýs að gefa þér valdi, Drottinn minn. Það það sem við erum að gera þegar við beygjum okkur fyrir Guði. Og vinir, þannig getum við skapað nýtt líf. Annað sem að skipti mig mjög miklu máli út að ég fór í gegnum tímabil sem ég var opaslega mikið fórnarlamb. Bara mesta fórnarlamb í heimi. Það var skemmtilegt tímabil. Not. Þá fór ég að tala svona yfir lífið mínu og ég og maðurinn minn sem venjulega þarna, hann eitthvað staðar að vinna í tæknimálanum, við gerðum samkomulag okkar á milli. Samkomulagið var bara mjög einfalt, við ætlum að tala líf en ekki dauða. Og vinir, ég stoppaði alla af þegar hann ætlaði að fara út í einhverja vitleysu og tala einhverja vitleysu og ég hef tekið þetta lengra. Ég vil helst ekki einu svona nota svona, þið vitið, ykt lýsingarorð eins og ógeðslegt eða eitthvað svona. Ég að reyna að passa hvað ég set frá mér. Því að dauð og líf á tungunavaldi, vinir. Þess vegna eigum við ekki að blóta. Við erum að kalla yfir okkur bara skelfilega hluti þegar við erum að blóta. Pössum hvað við segjum. Tölum líf, tölum orð Guðs. Má ég heyra amen? Halleluja. Og þannig byggjum við upp þá framtíð sem að Guð hefur fyrir okkur. Og vinir, framtíðin blessuð. Ég get alveg sagt ykkur það, ég hef sennilega sjaldan upplifað jafn mikið frið, kærleika, lífsfyllingu eins og ég að upplifa bara núna. Út að ég hef aldrei lesið meira en akkurat núna. Ég hef sjaldan beðið eins mikið eins og ég að gera núna. Og vinir, ef ég verði eitthvað mikið hamingjusamari þá held ég að ég bara föðri hér upp í án gríns. Og vitið það, hamingja Drottins ekki bara eitthvað svona tímabundi, eitthvað gæsahúð. Það bara djúp tilfinning. Þú sáttur, þú glaður, þú veist að Guð með þér. Dásamlegasta tilfinning í öllum heiminum. Og það erfitt að útskýra fyrir fólki. Við erum búin að vera að tala þetta vinkonnar. Það erfitt að útskýra þessa lífsfyllingu sem hann fær frá Drottni. En hann með okkur. Má ég heyra amen. Halleluja. En mér langar aðeins að kíkja á þetta hérna, sá sem sigrar, þarna í Opinberunarbókinni. Hvað þýðir þetta orð að sigra?
Þetta grískt orð að sjálfsögðu. Það sem Nýja testamentið náttúrulega á grísku, ritað á grísku. Gríska orðið að ríkja kýó og það þýðir það að vinna málefnið. Það þýðir líka að sigra í erfiðum kringumstæðum. Það þýðir að vera sigurvegari í kringumstæðum sem hafa áður bundið þig. Það að heyra það sem ég að segja? Sá sem sigrar sá sem að til eru Guði. Við látum ekki binda okkur í einhverja fjötra sem að voru einhver tíman settir á okkur. Það sem að óvunin hefur ætlað okkur til þess að eyðileggja líf okkar, getur Guð notað til þess að blessa líf okkar. Leyfum honum að blessa líf okkar. Þetta það sem að orðið þýðir. Halleluja. Og það sem við þurfum að læra að sigra, það getur verið synd. Það má ekki orðið tala synd lengur í húsi Guðs. Ég bara hlusta ekki á það. Synd ekki Guði þóknanleg. Synd þýðir að missa marks. Synd elur af sér dauða. Og við vitum það, þeir sem hafa til dæmis, eða við vitum það, ég svo sem veit ekki að persónulegri reynslu, en ef til dæmis þú ánetjast fíkniefnum eða alkóhóli eða eitthvað slíku, þá endar þetta á geðveiki og dauða ef þú leyfir því að grassar í lífið þínu. Þannig að synd ekki frá Guði, sjálfstjórn ávöxtur andans. Þannig að fólk sem til í drottni og í Guði, það fær þennan ávöxt sjálfstjórnar. Og það dýrmætur ávöxtur að hafa. Ekki bara varandi alkohól, líka varandi það að trublast ekki yfir minnsta. Allir til dæmis með rosalega mikinn þennan ávöxt í sínu lífi, maður minn. Þegar við giftum okkur þá var ég alltaf svolítið svona herská, skulum bara orða það þannig. Alli ekki, sem betur fer. Við værum ekki gift í dag ef Alli hefði verið jafn herskár og ég. Það sem að kærleikur hans hefur breytt mér ótrúlegt. Þannig vill Guð breyta okkur. Guð kemur skilyrðislausan kærleikan í líf þitt og hann vill breyta þér. Hann vill gera þig að bestu útgáfunni af þér. Hann vill losa þig við hluti. Hann vill hjálpa þér að efla ákveðna hluti. Það það sem að Guð vill gera. Annað sem að getur kannski verið eitthvað í líf okkar sem hann vill hafa áhrif á og það hugsunarháttur. Því miður, þá hef ég kynnst alveg gríðarlega mörgum sem frelsaðir, hólpnir, en lifa ekki sigrandi lífi þegar hafa lélegan hugsunarhátt. Og það sem að gerist, vinir, þegar við lesum orðið, þá breytir það hugsun okkar. Og Biblían talar til dæmis þegar Ísraelsmenn voru að fara inn í Kananslanda, þá líkti hann liðnum við unga, arnar unga. Því að hann vill að við förum að fljúa. Hvað gera ernir þegar þið sjá til dæmis erfiða vont veður, þeir fljúa yfir storminn. Og Guð vill kenna okkur þegar við erum að gangi í gegnum kringumstæður lífsins, hann vill kenna okkur að láta hlutin ekki fara inn fyrir okkar skinn. Takk ekki hlutunum svona opbóðslega persónlega. Og vinir, mikill lærdómur einmitt þetta. Að geta hrist af sér hluti, að láta ekki hlutina fara inn fyrir alla múr okkar og trufla göngun okkar. Jesús nefnilega sagði við lærisveinana, hann sagði farð inn, 2 og 2 saman, farð inn í alla bæina, þú veist, og bara boðið fagnaðarerindið, en hann sagði líka að þið taki ekki á móti ykkur. Farið þá bara út og dustið af ykkur rykið og haldið áfram. Og það tákgrænt, vinir. Þegar við látum stundum rykið setjast á líf okkar og við förum allt í einu að verða sár og leið. Og við förum að búa í fortíð í staðinn fyrir að búa í nútíð og horfa til framtíðar.
Og ég trúi því að Guð að gefa okkur nýja opinberun hér í dag og hann búinn að vera að gefa okkur nýja opinberun að rífa niður þessi gömlu ölduru til þess að byggja nýtt og ferskt altari sem heilagt og Guði velþóknanlegt. Má ég heyra amen? Halleluja. Þið góð? Halleluja. Hann nefnilega að gefa okkur vald yfir höggormum og sportrekum. Það það sem að Biblían kennir. Og auðvitað það líkingamál líka. Það þýðir, sportrekinn eða höggormunin getur komið í alls konar mynd. Hann getur komið inn í líf þitt og hann getur jafnvel sagt, hefur Guð virkilega sagt? Hann ekki bara að bulla? Ertu ekki bara búin að misskilja þetta allt saman? Það þess virði að þjóna Guði? Þá þarftu að svara honum eins og Jesús svaraði forðum daga. Þú þarft að svara með orði Guðs. Halleluja. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja. Áður en hann ritar þetta, hann Jóhannes, opinberun Jóhannes annan kafla. Að þá að sjálfsögðu opinberun Jóhannes fyrsti kafli. Og mér langar að lesa nokkur vers sem að sýna Jesú kannski aðeins öðru samhengi en það sem að við kannski þekkjum af honum núna. Ég ætla að lesa hérna í fyrsta kafla í öðru versi. Ég sneri mig við til að sjá hversu raust það var sem við mig talaði. Og ég sneri mér við, sá ég gull ljósastikur. Vers 13, og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni, klæddan skósíðum kirtli. Gullbelti var spennt bringu hans, höfuð hans og hár var hvítt eins og hvít ull, eins og mjöll, og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru sem glóandi málmur í eldsofni og raust hans sem niður margra vatna. Það sem að ég hef tekið eftir, ef ég ætla að lifa sigrandi lífi, þá þarf mín opinberun á Guði. Mín opinberun á Jesú, hún þarf að stækka. Jesú lamb, hann var lambi Guðs. En Jesús líka ljón. Jesús fór og gjörði gott og græddi alla sem á djöflunum voru undirokaðir. En hann líka eldur. Og vinir, þegar ég átta mig á því að hann með allt þetta, það býr allt í drottni. Þá skil ég miklu betur að hann hjálp í öllum kringumstæðum. Hann hjálpa mér ekki bara því ég þarf á honum að halda í einhverju afmörkuðu, hann hjálpa mér í öllu. Og vinir, þegar við lærum að hann líka eldslogi og við biðjum þennan eld í líf okkar, að þá getum við lært að sigra með því að standa keik í kringumstæðunum, vitandi það að hann hefur gefið okkur sigurinn. Má ég heyra amen? Vinir, þegar okkar opinberun og drottni breytist, þá breytist líka hvernig við förum í gegnum kringumstæður lífsins. Við hættum að vera skeld. Og ef að hlutirnir gangi ekki upp, þá vitum við það að Guð hefur annan veg fyrir okkur að fara. Guð opna dyr, Guð loka dyrum. Lofa verið nafn drottins. Halleluja. Þetta allt gott. Það gott þegar hann loka dyrum. Það líka gott þegar hann klippir hluti úr líf okkar. Það óþægilegt að sjálfsögðu? En verði vilji drottins. Og þegar við höfum þetta vinir viðhorf til lífsins, við þurfum að lyfta upp nafni drottins yfir öllum kringumstæðum, þá kemur tær lofgjörð úr líf okkar. Lofgjörð nefnilega ekki bara það sem við gerum hérna á sunnudögum. Lofgjörð viðhorf. Lofgjörð hvernig við göngum í gegnum lífið. Lofgjörð það að gefa þakkir í öllum hlutum. Lofgjörð það að vera þakklátt fyrir það sem að Guð gefur. Lofgjörði það að hafa ljúflyndi á vörum sínum. Þegar maður langar til þess að segja eitthvað, að reyna að segja eitthvað fallegt. Að bíta í tunguna sér, það lofgjörð.
Við munum eftir Pál og Sílasi, þeir voru komnir, það var búið að handtaka þá. Það var miðnætur stund og hvað gerðu Pál og Sílas? Þeir fóru að lyfta upp nafni Jesú. Og vinir, það kemur í ljós hvaða mann þú hefur að geyma þegar þú getur farið að lyfta upp nafni Jesú í erfiðum kringumstæðum. Og þá kemur í ljós þessir ávextir andan sem að Guð vill gefa okkur. Því hann vill gefa okkur þá. Hann vill kenna þér að sigra. Hann vill að þú lærir að sigra fyrir blóð hans. Halleluja. Takk Jesús. Og mér langar að fara í Kólusubrefi núna. Það á vel við. Því að hvað hefur Drottinn gert? Hann fletti vopnun, tignirnar og völdin og leiddi þau opinberlega fram til háðungar þegar hann fór í sigurför í Kristi. Þetta Jesús líka. Hann svipti völdin, hann tók völdin. Og vinir, það sem hann á himnunum, Biblían kennir, hann situr við hægri hönd föðursins og hann að biðja fyrir okkur. Þegar þú áttar þig á því að hann að biðja fyrir þér í þínum þrengingum, þá ferðu öðruvísi gegnum þrengingar. Við treystum því hann viti hvað hann að gera. Má ég heyra með hann? Hann tók valdið tilbaka. Guð vill opna augu okkar. Róm 8:37, nei, í öllu þessu vinnum við fyllsta sigur í krafti hann sem elskar okkur. Og meira þetta ekki eins og rétt þýðing. Rétt þýðing þetta, við erum meira en sigurvegarar. Það rétt þýðing. Og vinir, ég ætla bara að minna þig á, þú ert meira en sigurvegari. Halleluja. Hann mjúki, fallegi, yndislegi Jesú, en hann líka eldur. Hann allt sem að þú þarft á að halda. Og stundum þarf ég að biðja eldin frá Guði. Ég ætla bara að komast í gegnum kringumstæðurnar. Halleluja. Og Guð vill að við treystum honum í öllum hlutum. Og mér langar að enda hérna á Opinberun 12:11, en þau hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðarins. Og vinir, Guð vill gefa okkur vitnisburð í þessu lífi. Hann vill gefa þér reynslu, hann vill gefa Grace reynslu, hann vill gefa mömmu reynslu. Og vinir, þegar ég kem fram fyrir Drottinn, þá get ég ekki sagt, já, ég veit að allir fór í gegnum þessar kringumstæður, en he aced it. Þá myndi Drottinn segja bara, herðu, þetta hearsay. Ég get ekki notað hans reynslu fyrir mína reynslu. Guð vill byggja ríki sitt innra með einum og sérhverjum hér inni. Og vinir, þegar við erum að öðlast vitnisburðarins, þá kemur hann í gegnum reynslu. Við finnum að hann trúr í gegnum reynslu. Og vinir, reynslan hennar Gunnu frábær fyrir Gunnu, en hún ekki mín reynsla. Þannig að við erum ekki bara heyrendur orðsins, við erum gjörendur. Ekki bara heyra hvernig við eigum að lifa, prófum það. Stígum fram í því sem við erum að heyra. Og sjáum hvernig Guð máttugur og öflugur í öllum kringumstæðum. Halleluja. Þeir hafa sigrað fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðarins. Og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Svo var ég að prenta hérna út og ég sé ekki restina af predikunni, þannig að við látum gott heita. Í Jesú nafni rísum á fætur.